og þá datt mér í hug, jú, upp á Íslandi eru varðveitt lög sem eru ítarlegri og lengri heldur en eiginlega allt annað sem við þekkjum í hinum germanska heimi. Ágætu hlustendur, við höldum áfram að rekja okkur í gegnum Íslandssöguna og í dag viðfangsefnið þjóðveldið, þjóðveldisöld sem yfirleitt talað að hafi byrjað í kringum 930 þegar Alþingi á að hafa verið stofnað og lokið þegar Íslendingar gengust Noregskonungi á hönd 1262-4. En áður en við dembum okkur í það að fara að læra þjóðveldisöldina þá langaði mig að minnast stuttlega á það að Íslandssagan hefur komið sér upp Patreon síðu, patreon.com/Íslandssagan. En þar sem sagt þetta gerast bakhjarl hlaðvarpsins og hjálpa okkur þannig að koma Íslandssögunni á framfæri í hlaðvarpsformi. Langtíma markmiðið að framleiða allavega 30-50 þætti sem munu ná yfir alla Íslandssöguna frá landnámi til hruns og þarna inni sem sagt þetta aðstoða við að láta það verða að veruleika. Bakhjarlar njóta ýmissa fríðinda, fá til að mynda aðgang að leslista sem ég sér snið fyrir hvert þátt, geta stungið upp á umræðuefnum og fá aðgang að þáttum áður en lenda á almennum hlaðvarpsveitum. En sem sagt allt þetta á patreon.com/Íslandssagan. Allavega, þjóðveldisöld. Þjóðveldisöld tímabil sem að hefur oft verið sveipað töluverðum ljóma í íslenskri menningu, hefur verið talið gullaldarskeið þar sem hetjur riðu héruð og skrautbúin skip fyrir landi flutu með fríðasta lið eins og Jónas Hallgrímsson orti. Nú allt þar til við mistum frá okkur sjálfstæðið með gamla sáttmála þegar Íslendingar gengust Noregskonungi á hönd og innreið erlends konungsvalds drap allt í dróma. Eða það var allavega hinn klassíska söguskoðun sem var svo sem afsönnuð fyrir löngu síðan en lifir þó enn góðu lífi í ýmsum kimum samfélagsins. Og þið heyrðuð einmitt hér í byrjun í viðmælanda dagsins, Viðari Pálssyni, prófessor í sagnfræði, þar sem hann var að ræða hvernig og með hvaða hætti samfélag þjóðveldisaldar hefur verið nýtt, bæði af seinni tíma fræðimönnum og stjórnmálamönnum. Viðar ákaflega vel að sér þetta tímabil í Íslandssögunni og ekki síst allt sem að við kemur réttarsögu og ég lærði mjög margt nýtt af því að tala við hann. Og meðal þess sem að Viðar fjallaði voru ýmsar mýtur, meðal annars stofnun Alþingis og svona gangverk samfélagsins á Íslandi á miðöldum. Við höldum gjarnan að íslenskt samfélag hafi verið eitthvað sérstakt, hér hafi verið menning og samfélagsskipan einstök á heimsmælikvarða. Alþingi sé elsta þjóðþing í heimi, en Viðar í rauninni færir okkur heimsannin hið öndverða. Ísland þjóðveldisaldar var að mörgu leyti dæmigert miðaldasamfélag. Á þessi leyti tilkoma konungsvalds á 13. öld típisk þegar við skoðum hið víðara samhengi Evrópusögunar þar sem að konungsvald og ríkið að þenjast út á síðmiðöldum. Allavega, ég byrjaði á því að spyrja Viðar út í þetta hugtak. Þjóðveldi, hvað var þjóðveldið? Þetta gamalt hugtak sem að vísulega þetta bara fyrst og fremst til þess að þarna Ísland ekki undir konungi. Hér Ísland sjálfstætt. Raunar þetta hugtak sjálfstæði svona vinsælt hugtak meðal fræðimanna að velta fyrir sér. Því að það ekki þannig að við séum sjálfstæð og svo allt í einu ósjálfstæð. Heldur eigum við í margvíslegum samskiptum við erlent fólk og erlenda valdhafa. En þjóðveldi vísar bara til þess sem á ensku kallað Commonwealth. Það þarf ekki að fela í sér bendingar einhverja tiltekna innri skipun mála. Stundum heyrir maður það frá kannski erlendu fræðimönnum einhverjum og sér í lagi að þessi erfitt að finna hentugt heiti af þetta tímabil sem ekki hafi í sér einhverja svona pólitískar bendingar. En svona mín tilfinning svo að þjóðveldið sé frekar neutral hugtak.
svona frekar hlutlaust og hérna vísi bara til þessa tímabils fram til þessum Íslendingar gengu í samband við erlent konungsvald og þetta er auðvitað fjölbreytt tímabil, það er ekki statískt eða neitt slíkt. Þannig að það er mikil dýnamík og hlutir eru á hreyfingu inn í þessu hugtaki. En ég held að það sé í raun og veru engin ávinningur í því að reyna að finna eitthvað annað í staðinn. En þetta bara svona er gamalt hefðbundið hugtak. Stundum tala enskir fræðimenn um free state sem mér finnst svona kannski hafa meiri pólitískan blæ yfir sér. En svona, já, þjóðveldið þetta er bara nokkuð þægilegt hugtak. Bara til að ná utan að þetta höfðingjaveldi sem að hér var fram til síðar hluta 13. aldar þegar að hlutir ekki að breytast með aðkomu konungsvalds. Ok, og þú getur kannski aðeins þá útskýrt fyrir okkur hver svona stjórnskipulegur strúktúr þessa samfélags er. Við veitum kannski að byrja á stofnun Alþingis. Já, stundum fæ ég reyndar nemendur til að byrja alveg á hinum endanum og hérna byrja á heimildunum og það er kannski tvennt svona sem við getum haft í huga áður en að maður fer að huga að stjórnskipuninni sjálfri. Það er annars vegar bara heimildagrundvöllurinn, hvaða sýn höfum við á þetta samfélag, hvaða fáum okkar upplýsingar og svona í stuttum ári sagt náttúrulega erum við að fást við ritheimildir sem eru mun yngri heldur en stofnun Alþingis. Þannig að við getum rætt sérstaklega um þessar heimildir og hitt atriði sem ég bendi nemendum yfirleitt á er að til þess að skilja þennan tíma, bæði uppruna Alþingis og svo bara hvernig þessi stjórnskipan virkar, sé að hugsa ríkið í burtu. Og ég get sagt það að fyrir mig sjálfan þegar ég var að komast inn í þessi fræði öll á sínum tíma, þá fannst mér þetta vera svolítið leiðarstef, læra að hugsa ríkið í burtu því að ríkið er alltum líkjandi í okkar hugarheimi. Við ölumst upp í heimi þar sem það er svo normatíft og okkur hættir til þess þegar við horfum á fyrirnútímaleg samfélög að sjá þar einhverja stofnanir, strúktúra, fyrirbæri sem kannski að ytra formi virðast vera svipuð og það sem við þekkjum á síðari tímum, beri jafnvel svipuð heiti, við lítumst þarna og við sjáum einhverja dómstóla og fleira og þá drögum ýmsar ályktanir um hvernig þeir virki og hvaða viðhorf fólk hafi til þessara stofnana. En svo þegar á reynir þá er það bara með allt öðrum hætti. Þannig að það þarf að hugsa ríkið í burtu sem reyndar vekur spurningar um hvað eigum við með ríki og ríkisvaldi. Það er til alls konar skilgreiningar á því. Max Weber var með þessa fræga skilgreiningu að það sé einokun og ofbeldi. En svona í grófu máli sagt þá náttúrulega gerir hugmyndin um ríkið ráð fyrir því að það sé einhver miðpunktur í samfélaginu, einhver löghelg uppspretta laga, réttar, dómsvalds og það sé einhvern almannavald sem að framkvæmir lög og rétt. Þetta er allt mjög fjarlægt þessu samfélagi. Þannig að þegar við tölum um Alþingi og uppruna þess þá þurfum við að hugsa ríkið í burtu og svo þurfum við til viðbótar einmitt að glíma við þessar heimildir. Sko við höfum kannski í grundvallaratriðum tvenns konar heimildir. Við erum með lög, Grágás, það eru þjóðveldislögin og þau eru ekki einföld og ekki auðveld viðfangs, má segja. Þau eru einungis varðveitt í 2 megin gerðum frá miðbiki og síðari hluta 13. aldar, þannig að þau eru mjög ung, ef svo má segja, í þeirri gerð sem við þekkjum þau og eru auk þess ekki lögbók í nútíma merkingu. Þegar við tölum um lögbækur þá eigum við heildstæða löggjöf sem sett er af eiginlegum löggjafa. Það er Grágás ekki og við vitum ekki eins og hvort að fólk á þessum tíma þekkti þessi lög sem Grágás. Grágás er bara heiti sem að kemur fyrir í bókalista frá Skálholti á 16. öld og við sjáum að það er átt við þjóðveldislög en Grágás er í raun og veru það sem við köllum lagaskrá. Þetta er sópdyngja lagalegs efnis skrifaðs sem verður til á ýmsum tímum og myndar ekki heildstæða löggjöf og það er ýmislegt í þessum Grágásargerðum frá 13. öld sem við höfum í höndunum sem að alls ekki á við 13. öldina, það er þess að við myndum bara kalla úrelt lög, þarna ægir öllu saman, þarna stangast eitt á annað og svo framvegis og við þurfum einhvern veginn að reyna að fóta okkur í því hvað sé gildandi réttur og hversu gömul séu þessi lög og hvernig virka þau. Þá myndum við þurfum einhverja frásagnarheimildir eða ekki og elstu tíð þá er það auðvitað fyrst og fremst Íslendingasögur sem að segja frá elstu tíð. Það er engin fræðimaður í dag sem að tekur þær heimildir alvarlega sem frásagnar heimildir forna atburði
Og raunar var það þannig á 20. öld að íslenski skólinn undir forystu Sigurðar Nordals og Einars Ólafs Sveinssonar og annarra, Jóns Jóhannessonar kannski helst svona sagnfræðina megin, komst að þeirri niðurstöðu að Íslendingasögur væru náttúrulega bara í eðli sínu bókmenntir og ætti að líta á sem bókmenntir og hefði ekki gildi sem sögulegar heimildir, frásagnarheimildir. Þannig að þeim var að mörguleyti rutt út af borði sagnfræðinganna. Og þá spurðu menn hvað annað erum við með í staðinn? Jú, við erum með þessi lög, þannig að það var mikil tilhneigi til að hefja lagatextan upp sem gilda heimild stjórnskipan og svona gangverk samfélagsins. Þetta átti síðan allt eftir að breytast upp úr 1980, 1990 þegar menn fóru að hafa áhuga á fæðardeilum og öðru svona undir áhrifum mannfræði og félagsfræði sem við getum kannski rætt á eftir. Þá komu þessar frásagnarheimildir aftur til sögunar, ekki sem frásagnarheimildir, heldur vitnisburður hugarheim manna á þeim tíma sem sögurnar eru skrifaðar svona samfélagsgerð, eðli réttarfars og annað. Þá voru menn ekki að horfa á þessar einstöku persónur eða einstöku viðburði sem að í sögunum eru, sem að kunna vera mörguleyti skáldskapur eða byggja á munnlegri hefð sem hefur síðan bara mótast yfir í þessum kvöldu bókmenntir. Heldur, þetta vitnisburður umgengni manna lög og rétt og vald og annað slíkt. Og þetta býður upp á alls konar vangaveltu meðal fræðimanna. Þú getur séð í hendi að ein megin spurningin á þessum áratugum hér áður var að segja hvort eigum að treysta sögunum eða Grágás. Grágás lýsir einhverju stjórnskipan, goðaveldi, hvernig goðorð, hvernig þeim skipað og hvernig starfsemi í kringu þau háttað, hvernig dómstólum háttað og annað slíkt. En þegar þú ferð að líta á veraldlega samtíðasögur, Sturlungu, þá þegar við förum að hafa einhverja raunverulega frásagnarheimildir af einhverju sem við getum kannski farið að treysta frá lokum 12. aldar fyrst og fremst bara frá 13. öld, þá sjáum við að það við líði allt annað kerfi. Bara kerfið sem verið af stjórnskipunum sem verið að lýsa í Grágás, hún ekki til staðar þar. Og þá þurfum við að spyrja sig, það vegna þess að Grágás lýsir upprunalegri skipan mála sem síðan hefur riðlast og þegar við komum inn á tíma samtíðasagna þá sjáum við bara hvernig kerfið hefur breyst. Eða, þetta svona það sem að menn hölluðust að hér á eldri tíð, einkum og sérlegi. Eða það hinn möguleiki sem menn hafa nú frekar hallast að Grágás lýsi einhverjum frekar hugmyndum manna á 13. öld uppruna þessa kerfis. Það sé svona antikvarianismi að vissu leyti, það sem verið að reyna að leita að uppruna og innri rökum í kerfinu og fá því eitthvað sögulegt upphaf. Það hefur verið stoppsett og hannað með einhverjum hætti. En þetta séu kannski fyrst og fremst svona bóklegar æfingar manna á 13. öld hvað kynja hafa verið eða ætti að hafa verið en endurspegli ekki endilega réttan uppruna. Þannig að hér má gera af landmál sem við höfum kannski ekki tíma til en langar að nefna eitt í viðbót og það auðvitað þá að fyrir utan lögin og sögur, Íslendingasögur eða ekki til sem bókmennagrein fyrir á 13. öld. Hér ef við færum tilbaka til svona 1900 til fræðimanna og það hefur sagt að Íslendingasögur hefur orðið til svona 1180-1200 en það eru kannski fáir fræðimenn í dag sem telja að Íslendingasögur hafi verið ritað fyrir kannski 1220-30 jafnvel. Þannig að þær eru alltaf yngjast og gera okkur enn erfiðara fyrir. En þá má nefna sér til viðbótar að það auðvitað þessi merkilega en líka erfiða og skemmtilega heimild Ara fróða, Íslendingabók sem frá fyrri hluta 12. aldar sem mjög knappt rit en greinir frá megin atriðum í Íslandssögu fram til daga Ara og þar meðal annars vikið að stofnun Alþingis og svona nokkrum megin þáttum. Hann fer ekkert ítarlega í stjórnskipun en svona hann imprar á nokkrum megin þáttum. Í sjálfu sér ekkert þar sem að mælir beinlínis gegn efninu sem við höfum með ítarlegri hætti í Grágás en það samt ýmislegt óljóst. Þannig að nú erum við kannski komin að spurningunni og kosta beru við með stofnun Alþingis almennt líta fræðimenn þannig á í dag að Alþingi spretti frekar upp úr svona, við getum sagt, grasrótinni og að svona þingstörfi í landinu vaxi fram kannski svona frekar frá botni og upp, mótist á einhverjum tíma, frekar heldur en þessi hugmynd Ara sem að stofnanir, allar megin stofnanir samfélagsins, þessi bara þær verið til við einhver eiginlega stofnun á einhverjum tímapunkti, þá er bara efnt til samfélags og þjóðfélags.
Ari hefur mikið agenda í þessum efnum. Hann lítur á sterkt höfðingjavald mjög jákvæðum augum. Það eru sterkir menn, einhver sterkir biskupar sem að taka til hendinni og þeir svona móta kerfið og stofna það. Og Ari hefur hugmyndir til dæmis uppbuna Alþingis, þar sem hann segir að Úlfljótur hafi verið maður austrænn sem fyrstur hafi haft lög hingað. Hann hafi farið til Gulaþings í Vestur-Noregi, numið þar lög og komið með lögin í höfði sér. Og svo hafi þau verið aðlöguð íslenskum aðstæðum, segir Íslendingabók. Sigurður Líndal skrifaði grein fyrir mörgum áratugum þar sem hann svona tók á þessari mýtu sem hann vildi meina, menn höfðu svo sem ekki gert mikla athugasemdir að Sigurður var að benda á að Ari var lærður sagnaritari á 12. öld sem að sótti í hefðbundin módel og mótíf í erlendri hefðbundinni sagnaritun og reyndi að svona staðfara þau og benti á að Ari hefði verið að vinna með lærð mótíf sem að þekkjast úr ritum eins og hjá Isidor hjá Sevilla sem Ari sýnilega þekkti. Það sem eru einhverjir svona, ég getur sagt, guðfeður eða einhver svona upphafsmenn að réttum lögum í fyrndinni. Stundum eru þetta sögulegir menn, stundum svona hálfgóðsannarkenndir eða jafnvel alveg uppdiktaðir, Sólon í Aþenu eða Líkurgus í Spörtu eða einhverjir slíkir. En eins og Sigurður var að benda á þessari grein, þá gengur hugmyndin Úlfljót, það sem hann fer og næri lög og kemur með hingað, hún gengur í berhögg við venjurétt. Venjuréttarfar var ríkjandi í Evrópu og á Íslandi alveg fram á 12. öld að minnstakosti og eru lengur, en á 12. öld verða miklar hræringar í réttarsögu Evrópu. Fyrirgefðu, hvað venjuréttur? Já, þá sko á 12. öld og kannski einkum á 13. kemur fram þessi hugmyndum það sem við kallum hinn mannlegi löggjafi, það sem í enskum fræðum er kallað the human legislator. Og það svo hugmynd að það geti einhver maður, til dæmis konungur, sett mönnum lög og menn áttu ekki hugtök yfir þetta svona í umferð á þessum tíma og fóru óðum að sækja í Rómarétt. Það stundum sagt að Rómaréttur hafi endur uppgötast í Bologna á 12. öld, hluti að þessari 12. aldar endurreisn sem svo kölluð. En raun réttar að væri að segja að á 12. öld skapist aðstæður í valdasamfélögum Evrópu sem að kalli á það að menn fari að dusta ríkið af Rómarétti. Rómaréttur var aldrei týndur. Almennt það má skjóta því inn, almennt tölum að hlutir hafa verið svona hinsegin í Evrópu og miðöldum, þá þarf maður alltaf að segja nemyndum en athugið, Alparnir eru mikil skil. Flest það sem við segjum að hafa verið svona hinsegin í Evrópu, það var ekki þannig á Ítalíu. Ítalía var alltaf öflugt hagkerfi, borgarsamfélag og þar þekktist Rómaréttur og það var dustað rík af Rómarétti í Bologna og hann svona tók að breiðast út álfuna og þar komust menn í kynni við hugtak eða dustuði ríkið hugtaki sem þeir ekki nota lengi og það jus positivum, positive law á ensku, þess að við kallum á íslensku settur réttur, sett lög og sett lög vísa til laga sem að einhver mannlegur löggjafi eða stofnun setur með réttum hætti, lög sem hafa gildi vegna þess að þau eru sett með formlega réttum hætti af einhverjum löggjafa. Þetta alveg ný hugmynd og Ari mun örugglega hafa þekkt til þessara hræringa og jú, það getur gengið upp að menn geti náð í lög og sett þau með einhverjum slíkum hætti þegar að menn hafa hugmynd settan rétt. En þetta algjörlega fjarlægt mönnum á 10. öld, það hreint venjuréttarfar. Hvað venjuréttarfar spurður við? Það ekki til stutt svar við því, en almennt það réttarfar sem byggir á þeirri hugmynd að lög séu ekki manngerð. Lög í merkingunni bara hverjar þær reglur sem menn telja séu gildi í samfélaginu og fara ber eftir. Þau eru leitt fram með venjubundinni háttsemi manna, kynslóð eftir kynslóð, þetta eru fornhelgar venjur. Menn koma saman á þingum eins og til dæmis Alþingi, það nú ein ástæðan fyrir því að það var stoppsett eða það var starfrækt, komst á legg, að það þörf til að koma saman og fara yfir það hver sé gildandi venjuréttur. Og hvernig að leysa úr ágreiningi manna ef einhver ágreiningur hver gildandi réttur sé. Þannig að venjuréttarsamfélög byggja í raun og veru ekki á miðstýrðu lagasetningavaldi. Heldur að vélað séu venjur og lög í venjuréttarsamfélögum eru yfirleitt í munnlegri geymd. Það ekki þörf á að skrifa þau niður. Þau búa í hugum manna og eru leitt fram í merkingabærum athöfnum.
síðan verða þessi miklu tímamót í Evrópusögunni á hámiðöldum þegar tekið er að rita lög almennt niður, sem þetta mjög stórt skref. Rétt að athuga að laga ritun í upphafi snýst svo sem ekki löggjöf, heldur að færa lögin inn á vettvangins ritaða orðs. Það mun síðar veita konungum mjög mikla spynnu til þess að koma fram hugmyndir löggjafan, hinn mannlega löggjafa. Og það verður stórt þema í Íslandssögunni, þá eru kannski komin inn á 13. öldina og kannski aðeins lengra heldur en við ætlum að tala En það hefur verið þörf fyrir það allstaðar í þessu venjuréttarsamfélögum, þegar við þekkjum, bæði á Íslandi og annars staðar, að það séu einhver almenn þing þar sem að fullorðnir, frjálsir karlmenn með lágmarkseign, þeir sem eru svona dæmdir eða svona metnir hæfir til þess að véla mál, veigamikil mál, að þeir koma saman bæði til að véla gildandi rétt og síðan að leysa úr meiri háttar deilum. Þar segja að mennum hefur ekki tekist að leysa úr þeim með öðrum hætti, að þá hafa þessi þing á að skipa dómstólum sem við getum rætt hér þau virka ekki eins og nútíma dómstólar og ekki ætlað sama hlutverk. En þeir eru til staðar sem tæki til þess að þröngva deilum til lausnar. Þannig að, já, Ari hefur þessa hugmynd að Alþingi hafi hreinlega verið sett bara á einhverjum tímapunkti. Hann segir að vísu að það hefur verið þing á Kjalarnesi áður, þannig að hann ýjar að því eða bara segir beinlínis að þinghald hafi verið komið á í landinu. Fræðimenn ímynda sér að staðbundin þing hljóti hafi verið til frá upphafi og smám saman hafi mótast venjur og reglur það hverjir hirfa hvaða þingi, hversu mörg þau væru. Svona sú stjórnskipan sem að innbræðir á í Íslendingabók og síðan lýst í Grágás gerir ráð fyrir því að það séu 13 vorþing í landinu, staðbundin þing, 3 goðar haldi saman hvert þing, en rannsóknir á þingstöðum og svona almennar pælingar manna þessa skipan það var leitt til þeirra niðurstöðum en telja að þing hafi nú álest verið ekki föst tala og í upphafi kynnuðu þessi þinga hafi verið miklu fleiri. Svo færast þessi þing til og ekki alltaf haldin á sama stað, þannig að þetta verið svolítið óreiðukennt. En það rýmar bara ágætlega við það sem við getum sagt svona óreiðukenningu í þessu sem flesti myndu hallast að þetta kerfi vaxi. Það sprettur ekki svona fullskapaður höfði seifs í upphafi fyrir tilstuðlan höfðingja, heldur það mótast svona frá grunni og síðan kemst einhver skipan á það. Það líka svona viðfangsefni fræðana sem við höfum kannski ekki endilega greiðsvör við. Hvernig, og nefnir spyrja áttu þetta rétt upp hand, sko, þegar maður búin að lýsa þessar stjórnskipan, hvernig ákváðu menn að það veru í upphafi 36 goðar og hvernig ákváðu menn hverjir það væru. Síðan reyndar landinu skipt í fjórðunga á 10. öld og þá komast Norrlendingar ekki að niðurstöðum hverjir geti verið goðar þar og hvernig vorþingsskipan skal vera, þannig að þeir eru með fleiri goða þar. Þannig að goðarnir eru 39, það eru 3 aukalega þar sem að þýðir að þegar að Alþingi starfar þá þarf að gera ráð fyrir því að jafna upp goðavald hinna fjórðungana. Þannig að það eru raun og veru 48 manns sem fara með goðavald á hverjum tíma. Það eru 9 uppbótar goðar svo kallaðir úr hinum fjórðungunum 3. En það ekkert hægt að svara því auðvitað hvernig menn verða goðar og öðlast á viðurkenningu umfram aðra. Við sjáum í sögu að menn að keppast við það að grafa undan einhverjum goða og fá sjálfan sig viðurkenndan. Og goðorð mjög skrítið fyrirbæri. Þessi goðarnir, þeir fara með goðorð, segir í lögum. Já. Og goðorð skrítið að því leyti að það eins og hverjum regn. Menn erfa goðorð þeirra sinna. Menn geta gefið og selt goðorð að hluti eða heild. Menn geta farið með það saman þannig að það eign að öllu leyti í lögum. Og vegna þess þá sér Grágás ástæðu til þess, sem ég skoðst á 13. öld að segja að að því að við erum nú að taka þennan þáttu upp rétt áður en að skilja skattframtali, það ekki bentir á það að ef þú átt goðorð þá þarftu ekki að telja það fram til skatts. Það tekið fram í Grágás að það veldi að það eigi fé, segir í Grágás. Þannig að goðorð eitthvert formlegt fyrirbæri sem hægt að, eins og ég segi, gefa, selja, erfa. En það samt í raun og veru bara persónuleg sambönd manna og ef enginn segist í þingu við komandi goða þá væntanlega hættir hann að vera goði og einhver annar getur tekið við því. Þetta eilíft efni fyrir fræðimenn að hugleiða. Þannig að goðorð eru þessar
svo grunneiningar Já. en eru samt ekkert mjög fastar og í upphafi ekki gert ráð fyrir því að goðar og í raun og veru aldrei gert ráð fyrir því í lögunum sjálfum að goðar séu staðbundin yfirráð. Nei. Þau þróast yfir í það síðar, það mun Sverrir Jakobsson hættilega rekja með þér þegar talið Sturlungaöld þegar á síðarluta 12. aldar og umfram allt á 13. öld þá safnast goðorð á fárra hendur og eðlið þeirra breytist. Höfðingjavald verður staðbundnara en áður var, menn kalla til fullra yfirráða tilteknum landsvæðum. Þetta upprunnið þessu við köllum ríki eða héraðsríki, en það ekki ráð fyrir þeim gert í þeirri stjórnskipun sem rissuður upp í Grágás. Það gert ráð fyrir mikið valdreifingu. Í raun og veru að það sé einhver aristokratía eða elita í landinu sem að fari með þessi forráð og koma þá saman bæði á vorþingum og síðan á alþingi til að véla lög og dóma. Já, þannig að goðorð gátu gengið þvert á annað landfræðilega séð. Þú veist, það er með bíl hlið við hlið. Já, Eitt bílið er í sambandi við einn goða og hitt við einhvern annan. já, Þetta er svona persónubundið til að byrja með. En því það eru þá allir bændur á landinu í sambandi við einhvern goða. Er þetta að vera utan goðors? nei, það er þannig í lögunum að það er gert ráð fyrir því, bæði Ari og síðan lögin sjálf gera ráð fyrir því að landinu hafi verið skipt í fjórðunga sem sé eftir að alþingi hafi verið stoppsett. Það gerist einhverju síðar. Svona algengt að segja 965 hafi landinu verið skipt í fjórðunga, það er svona námundun. Og þá segir í lögunum að menn geti valið sér goða en hann verða að vera inn á sama fjórðungs. Þannig að fjórðungarnir skipta miklu máli í þeirri stjórnskipun sem rissuður upp. Það er við segin undantekning, þú getur verið í sambandi við goða hinum megin Hrútafjarðar, það sem eru fjórðungamörk, það er eina undantekningin. Þannig að almennt eiga menn að vera innan fjórðungs og hverjir þurfa að vera í sambandi, getur maður verið utan spyrðu. Sko, þetta er ójafnað samfélag sem við erum að tala þannig að menn hafa mismunandi rétt og það er álitið eðlilegt í Grágás, menn hafa mismunandi rétt. Þeir sem hafa pólitísk réttindi, og svo má segja, þar segja í þeirri merkingu að geta tekið eitthvað þátt í þessum svona gæsalega opinberu störfum, það eru fullvaxta karlmenn sem eiga lágmarks eign. Það er frekar lágur eignaþröskuldur og þeir verða samkvæmt lögunum að lýsa yfir tengslum við goða, verða að segjast í þingu goða og menn geta skipt goða, sagt sig úr þingi við einn og fylgt öðrum en öllum þessum fullorðnu karlmönnum, þeim ber að vera í sambandi við goða og þeir kallast þingmenn hans. Síðan er örlítið hærri eignaþröskuldur fyrir þann hóp þeirra sem að kallast þingfarakaupsbændur. Þeir hafa aðeins aukin réttindi eða kannski skyldur eiga að segja. Þeim er skylt að fylgja goða á þing. Þeir þurfa að mæta bæði á vorþing og á alþingi að goði getur kvart á þangað. 9. hvern mann, segja lögin. Þannig að það er ekki allir skyldir að fara en 9. hver maður. Og ef að þú kemst ekki eða vilt ekki fara þá getur þú greitt þingfararkaup í staðinn, þú getur keypti frá þessu. Þingfararkaupsbændur þessir, sem eru þá bara hluti af þingmannahópi, að þeir einir eru samkvæmt lögunum gjaldgengir til þess að gegna störfum á vegum hreppsins og að vera nefndir í dóma. Það er þessi goðar nefna menn í dóma, þeir sitja ekki sjálfur í dómum. Kanski hugmyndir, Einar Arnarsson var nú með hugmyndir að goðar hefðu upphaflega setið sjálfur í dómum, það er kannski ekki alveg ljóst en svona þegar að fer að rofa til í okkar heimildum þá er ljóst að goðar sitja ekki í dómum. Þeir nefna menn í dóma og það er úr hópið þessara þingfararkaupsbænda. Það er bæði á vorþingum, það sem eru vorþingsdómar og síðan á alþingi það sem eru dómstólar fyrir hvern fjórðung fyrir sig, fjórðungsdómar og síðan er þessi 50 dómur sem er kallað fimmtardómur sem er starfrættur á alþingi líka. Þannig að menn verða að vera í þessu formlega sambandi. Þeir sem að ekki eru fullvaxta karlmenn sem eiga þessa lágmarkseign og eru þar leiðandi ekki þingmenn, þeir eru hluti af heimili þessara manna. Þeir standa fyrir þessum heimilum og bera ábyrgð á sínu fólki fjárhagslega og öðru sig. Það er lögin gerir ráð fyrir svona mikilli stikkskiptingu hvað þetta var. Akkurat. Og þú snertir aðeins á svona þessu alþjóðlega samhengiðan, venjurétt og rómarétt og Árni Daniel Júlíusson var hérna í viðtali hjá mér fyrir nokkrum þáttum og hann var að tala að þetta hugmyndir Chris Wickham að til Íslands hefur komið svona að það hefur verið svona frjálst, germanskt bændasamfélagi í Evrópu á þeim tíma þegar það verið að nema Ísland. Smá innskot hér, þátturinn með Árna Daniel sem kemur til með fjallum landbúnað á Íslandi á miðöldum
verður sendur út eftir nokkrar vikur. Hvar staðsetjum við þessa stjórnskipan, þetta samfélag sem til staðar í Íslandi og þjóðveldisöld innan evrópskrar miðaldasögu? Er þetta sérstakt samfélag? Ég hef ekkert heyrt til dæmis að miðaldir hefjist ekki á Íslandi fyrir ákveðnum tíma því að Íslands samfélag framundir 1200 sé ekki típist miðaldasamfélag. Hvað Það er enda mjög típist miðaldasamfélag en Já, hvað finnst þér um það? sko, það er þannig að því þú spurði nú í upphafi, sko, hvað er þjóðveldið? Og ég var svona að reyna að víkja því að hugtakið sjálft hefði kannski ekki mikla pólitíska merkingu fólgna í sér, hvað var það innra skipulag og hvurslags samfélagi þetta væri. Við getum lýst samfélagi með ólíkum hættu haft að því ólíkar skoðanir, var það jafnaðarsamfélag og ójafnaðarsamfélag, var það svona eða hinsegin, þróaðist það svona eða hinsegin. Við getum notað þjóðveldi yfir þetta allt saman, held ég vandkvæðalaust. En á hinn bóginn hefur íslenska þjóðveldið bara á síðari tímum haft pólitískt inntak eða pólitíska merkingu. Því hefur verið spilað, hvað maður segja, sem svona mynd í einhverjum hugmyndafræðilegum vangaveltum á síðari tími. Það sem að menn það er náttúrulega algengt að menn velti fyrir sér einhverjum pólitískum hugsjónum eða hugmyndafræði í nútímanum og sæki þá einhvert kapital í fortíðina. Þetta þekkjum við. Við reynum að nýta fortíðina til að styðja einhvern málstað eða hvað annað í nútímanum. Og miðaldasagan glímir við þetta. Ég segi nú stundum að það sé gott að stunda miðaldasögn sé engra hagsmuna að gæta. Þegar ég er að velta því fyrir mér hvort að þessi eða hinn valdamaðurinn hafi verið góður eða slæmur, þá er engra hagsmuna að gæta. Ég er ekki skyldur þessu fólki og að þessu leyti er fortíðin bara framandi land og ég er aðkomumaður. En því er ekki að neita að miðaldasaga hefst á 19. öld sem háskólafag, eiginlegt háskólafag á mjög pólitískum forsendum. Miðaldasaga er stundu til þess að réttlæta einhverja ríkjaskipan eða pólitík, þjóðríkjaskipan, frelsi, sjálfsákvörðunarrétt þjóða og annað. Þannig að miðaldasaga hefur sem fag oft verið bundin einhverjum pólitískum sjónarmiðum. Og í því samhengi hefur íslenska þjóðveldið verið, eins og segir, svona mynd sem hefur verið lögð fram af ýmsum kandidötum, allt frá sagnfræði yfir í hagfræði, sem að sjá eitthvað mjög sérstakt, oft svolítið útópískt við þjóðveldið og vilja tefla því fram. Margt af þessu finnst mér, eða bara langflest, ekki standast neina skoðun. Og þar á ofan bætist að á 19. öld og fram á þá 20. þá voru þetta miðalda rannsóknir stundaðir hér á íslensku fræðimönnum á forsendum rómantíkur og þjóðernistefnu sem líka ætluðu þjóðveldinu ákveðið hlutverk í svona því sem við köllum stórsaga Íslands. Við vorum glæsileg, frjáls og öflug í ekki síst í huga. Við gátum á okkur heimsbókmenntir og svo framvegis að hana kemur tímabil Surls og Seyr undir erlendu valdi og svo rísum við aftur með íslensku vori á 19. öldinni og allt þetta. Þannig að oft þarf maður einhvern veginn að reyna að fletta ofan af öllum þessum hugmyndafræðilegu lögum. Hér væri of langt mál að fara að máta allar þessar hugmyndir. Það gefur auga leið að þjóðveldið hefur verið látið gegna alveg ótrúlega ólíkum rullum. En yfirleitt eiga þessar rullur það sameiginlegt að þjóðveldið er útmálað sem eitthvað óskaplega sérstakt og ekkert annað svipað þekkist í Evrópu. Ég myndi rísa undir gegn því. Ísland er á margan hátt mjög hefðbundið samfélag. Stundum segir við nemendum mína að á 13. öld hafi komið til Noregs Vilhjálmur frá Sabína, kardináli páfa, til þess að krýna Hákon gamla, konung. Kom þar 1247 og krýndi Hákon í Bergen, í Björgvin og þar léta þessi orð falla sem eru höfð eftir honum að það væri ósannlegt að Ísland þjónaði ekki undir nokkuð konung sem allar aðrar þjóður í heiminum. Og ég stundum velti fyrir mér hvort er þetta bara svona eitthvað sem að Vilhjálmur slengir þarna fram ef við gerum ráð fyrir að hafa sagt þetta. Slengir þessu fram bara sem pólitísku bragði vitandi þetta er kannski ekki alveg korrétt sagnfræði. Eða var hann bara ekki betur að sér í sagnfræði þetta? Því að ef hann myndi veita þetta svara á inngangsprófi í sagnfræði þá myndi hann líklegast ekki ná fyrsta árinu. Sannleikurinn er sá að Evrópa á hámiðöldum, síðmiðöldum
laut alls konar stjórn, margbreytilegri pólitískri stjórn og margbreytilegu pólitísku skipulagi og konungsvald alls ekkert sérstaklega áberandi ef nánar að gáð. Mjög mörg svæði heyrðu undir konung einungis á nafninu til, en Evrópa uppfull af landsvæðum sem að mörg svæði heyra ekki undir konung, þannig að það alls ekki rétt hjá Vilhjálmi frá Sabína að Ísland sé eina þjóðin sem ekki heyrir undir konung. Það fullt af öðrum þjóðum í Ölpunum, Fríslandi og víðar sem heyrir ekki eins og nafninu til undir konung. Annars Evrópa, jú, þar eru konungsríki, en innan þeirra eru alls konar svæði sem að eru algjörlega sjálfstæð. Það eru fríborgir og bæði borgir og landsvæði sem heyra undir kirkjuvaldhafa, það staðbundið herravald, það eru valddreifð bændasamfélög og svo framvegis. Og það sem að þessi samfélög eiga nú sameiginlegt hvert með sínum hætti, það auðvitað allt sérstakt í sögunni. Þannig Ísland alveg sérstakt eins og öllum svæðum eru sérstök. Allt eru þetta tilbrigði kannski við almennt stef. En það sem þau eiga sameiginlegt að þetta eru fyrirnútímaleg samfélög sem að þekkja lítt eða ekki miðstýrt lagasetningavald. Þetta eru venjuréttar samfélög og þetta eru samfélög sem að kljást við sem sé deilur og deilulausnir með margt sama hætti, sömu prinsippum. Þau auðvitað búa við mismunandi efnahagsformgerðir, félagsformgerðir, þau búa í mismunandi návíi við fornan arf Rómaréttar, gamallar stjórnskipunar frá karlungum eða jafnvel Rómaveldi, sumir utan þess og aðrir innan. En svona heilt yfir Ísland bara eins og hvert annað valdasamfélag í Evrópu og mikill samhljómur með því. Og þetta eitt af því sem að erlendir fræðimenn hafa mikið komið inn í Íslands söguna á síðari árum, ekki síst til dæmis þegar menn fóru að beina sjónum sínum að fæðardeilum, að Ísland hefur verið fæðardeilu samfélag, að þá náttúrulega bentu menn á önnur samfélög, fyrirnútímaleg samfélög sem að þekktu lítt eða ekki ríkisvald, opinbert framkvæmdavald og bentu á að þetta fungeri meir og minna með sama hætti. Þannig að Ísland á þjóðveldistíma, svona hvernig stjórnskipun þess hvernig pólitík iðkuð, hvernig réttarfarið á mikinn samhljóm með því sem að við sjáum annars staðar. En þú myndist þetta á Chris Wickham og þessa hugmyndum að hér væri eitthvað germanskt samfélag sem byggði kannski öðru fremur á frelsi og bræðralagi og svona. Þetta rosalega gamall þráður í okkar fræðum. Og við getum rakið hann þessum aftur til 16. aldar þegar að þýskir húmanistar höfðu mikinn áhuga á þýskri fornöld, það áttu þeir bara við hinn germanska heim og sérkennum hans sem að aðgreindan mögulega frá latneskum, rómverskum, kristnum heimi Miðjarðarhafsins. Og þar verður til vísir að svolítið svona þjóðerniskennd eða svona germanisma að því tagi sem að dró upp þessar andstæður að rómverski klassíski heimurinn, að hann byggði á hierarkíu, það er þessi mikli arfur frá Rómaveldi sem að byggir á valdboði, hierarkíu, ströngum lögum sem væri andstæða við germanska heiminn sem að væri valddrifður og byggði á svona Genossenschaft og Gastfreundschaft og öllu þessu. Þetta væru samfélag svona frjálsra manna sem væri tiltölulega jafnir. Þeir kæmu fram með hvern annan að mestuleyti sem jafningja. Þeir kæmu og megin einkenni væri þessi þinghöldöll eða þetta þinghald allt sem að einkenndi germanska heiminn og að menn væru sífellt í veislum og gjafaskiptum að efla bönd og annað slíkt og þetta væri til andstæðu við rómverska heiminn. Og þessi þráður vex síðan með hætti sem flókin og vaxstungin og getum ekki rakið hér þegar við drögum nær okkur í tíma og ef við flytjum okkur bara yfir á 19. öldina og upp á 20. þá þar mjög stórir karakterar í þýskum fræðum sem að gera mikið úr þessu og þetta varð meðal annars menn eins og Otto von Gerke til dæmis svona stórt autoritet í þessu og þetta varð til þess að Þjóðverjar fóru undir merkjum þess að við köllum í réttarsögunni sögustefna, svo hugmynd að lög og réttur spretti einhvern veginn úr lindisenkun og þjóðarsál einstakra þjóða, mismunandi lög og venjur, henta mismunandi fólki við mismunandi aðstæður, þessi hugmyndum að þjóðir séu eðlis ólíkar, hugmyndur kynþætti og fleira.
og þá vaknar þessi spurning hjá Þjóðverjum, þessum germanistum, hvar getum við komist í best tengsl við eitthvað sem ósnortið, ómengað af einhverju sem kristið, latneskt, rómverskt. Hvar finnum við þessa uppsprettu lind? Og þá datt mönnum í hug, jú, upp á Íslandi eru varðveitt lög sem eru ítarlegri og lengri heldur en eiginlega allt annað sem við þekkjum í hinum germanska heimi. Og þetta var til þess að þýskir réttarsögufræðingar og lögfræðingar á þessum svona undir merkjum sögustefnu fóru að hafa gríðarlegan áhuga á íslenskri réttarsögu og á Grágás. Og það hefur raunar engin hópur manna, engin angi fræðimanna skrifað meira íslenska réttarsögu á elstu tíð heldur en þýskir fræðimenn fyrrum. Og þetta var allt gert mjög undir merkjum þjóðernisstefnu. Þarna þótti mönnum að einhvern veginn kæmist bara í beintengingu við svona fornt germanskt samfélag og þetta ýtti svolítið undir hugmyndir sem hefur líka verið að sveimi að Ísland væri þá kannski svona dæmigerðasta tilfellið fornt germanskt samfélag sem byggði á frelsi, jafnrétti. Það væri ekki jafn svona ríglega stikkskipt og spillt og rómverskt. En þetta eins og ég segi bara hluti af þessum gömlu hræringum í fræðunum sem að snúast mestmegnis rómantík og þjóðernisstefnu. Sko þessi réttarsögu Angi sem ég var hér að rekja, hann síðan býður skipsbrot þetta í seinni heimsstyrjöld og með uppgjörinu við rómantík og þjóðernisstefnu þar og áðurnefndur Sigurður Líndal þreyttist nú aldrei á því að segja manni sögur af því þegar hann fór til Þýskalands og vildi ræða réttarsögu Íslands á miðöldum og þá var það orðið algjört tabú umræðuefni því að þetta var einhvern veginn, þú veist, bara tengdist óþægilegu minningum og öðru. Þannig að Þjóðverjar hættu langan tíma að sinna íslenski réttarsögu. Nú þetta einhverjir farnir að gera það aftur en svona þessi foresta hefur horfið og réttarsagan ekki iðkuð á þessum forsendum lengur. En þetta kallast á við kannski annan anga í fræðunum og það að við sýtum eftir seinna stríð að minnskosti með þessa hugmynd sko, var Ísland einhvers konar útópía eða þetta svo sérstakt? Ég myndi almennt segja að fræðimenn á síðustu áratugum hafi færst frá slíkum hugmyndum alfarið. Hugmyndin jöfnuð í upphafi sem síðan færist í ójöfnuð hluti af kannski tveimur svona fræðahefðum. Það annars vegar íslenski skólinn sem við nefndum sem gerði ráð fyrir því að Ísland hefði verið göfugt og frjálst í upphafi með góðu fólki, síðan hefði kerfið tekið að riðlast og Sigurður Nordal skrifaði mikið þetta, hafði nú hugmyndir svona organíska þróun þjóðveldisins að það hefði svona dáið innanfrá. Frekar heldur en að konungur hefði skemmta. Konungur kom að íslenska þjóðveldinu sem svona fúnandi húsi og hefði svona einhvern veginn bara blásið á það og hafði það fallið honum í skaut. En þar var mjög rík þessi hugmynd að Ísland hefði einkennst af jöfnuði, bæði milli hins veraldlega og andlega en líka jöfnuði pólitískt, en síðan hefði ójöfnuður komið til sögunar. Og hin fræðahefðin sem gerir ráð fyrir að við færumst frá jöfnuði til ójöfnuður marxíska fræðahefðin sem gerir ráð fyrir því að Ísland hafa orðið sífellt stikkskiptara eða lagskiptara, félagslega, fjárhagslega og pólitískt eftir því sem líður á og þegar við komum fram á Sturlungaöld þá sé til dæmis leglendingar orðnir áberandi, fólk sem á ekki lönd nema litlu leyti eða engu leyti, það eru komnir stórbokkar, stórbændur, það myndast svona annars konar elíta, jafnvel stikkskipt, það eru bændur, svo eru stórbændur, svo eru goðar, svo er konungurinn að fara að koma þarna inn, bara handan með hotnið. En þetta hefur farið fram umræða og þá eru menn að spyrja, það rétt? Höfum við einhverjar góðar heimildir það að Ísland á elstu tíð þegar það numið og í upphafi Alþingis þeim tíma, einhverjar heimildir það að Ísland hafi þá verið að einkennst af bara tiltölulega jöfnum frjálsum mönnum sem að ég myndi segja til dæmis menn eins og Orri Vésteinsson, sagnfræðingur og fornleifafræðingur og fleiri hafa svona frekar ítti þá átt að segja að það sé miklu eðlilega að gera ráð fyrir því að hér hafi ójöfnuður tíðkast alla tíð. Já. En sko maður skjóti inn í þetta sko sem bara gott og vel, ójöfnuður frá fyrstu tíð, en getur það þá samt ekki staðist sko að hann hefði aukist
á þessum tíma þrátt fyrir að sko þetta hef ekki endilega verið eitthvað einstakt útópískt frjálst bændasamfélag, að það verði samt sem áður hreyfingi átt til þess að vald þjappast saman á efstu stigum sem og eignadreifing og svo framvegis. Það kann vel að vera, en það bara svo erfitt að glíma við það bara út frá heimildum. Sko við erum með þess að við vorum að tala það í upphafi hvernig við erum að glíma við heimildirna, þær eru allar ungar, okkur vantar ábyggilegar heimildir fyrir eldri tíð. Já. Menn eru auðvitað að rannsaka landið sjálft, fornleifafræðingarnir, það er þetta alls konar hluti varandi búsetu, fornleifauppgreiftir er að fara fram til dæmis í Odda, Reykholti, fleiri stöðum og samtíð, það var ekki bara verið að beina sjónum að höfðingjum heldur líka bara hver var efnahagsgrundvöllur þessara höfðingjasetra, það verið að kanna selja búskap, það verið að kanna garða og hvaða hluta þeir af þjónum, öðrum orðum bara hvernig land var nýtt. Og jú, að líkindum sýnist mönnum að það hafi ójöfnuður þekkst allt frá upphafi, en hvaða tæki höfum við til að mæla hvort hann eykst, ég veit það ekki. Pólitísku umgjörðin er öll að breytast, það vitum við, vald er að þjappast á færri hendur og höfðingjavald er iðkað bara með allt öðrum hætti á 13. öld heldur en áður var. En svona, já, ég held að við erum bara stíga svolítið varlega til jarðar og viðurkenna kannski að við höfum ekki nógu góðar heimildir í höndunum til þess að fullyrða eitt. Það kann hafa aukist, en svona það er gamla mantran að minnsta kosti. Já, einmitt. En ég meina það er í öllu fallið þannig sko að í samfélögum þar sem að er skortur á vinnuafli, að þá er staða vinnuaflins sterkari heldur en í samfélögum þar sem mannfjöldin er að þenjast út og frambúð vinnuafli eykst, þannig að það er þetta leiði ykkur svona mögulega almenn rökað því kannski. Þetta er svona að nálgast máli með þessum hætti eins og það gera hér, en náttúrulega í raun og veru eins og marxistar gera mikið að þeir þurfu ekki alltaf á heimildunum að halda það. Þeir eru með módelið sem að segja til hvernig þetta er og þá er hægt að segja, hér er einhver innri lógík. Svo fer það bara eftir fræðimönnum, sko, hversu hallir þeir, hversu vel þeir alltaf treyst á slíkt. Þannig að ég skal ekkert fullir það, en ég myndi segja að almennt er tilfinning mín svo eftir að hafa velt þessu fyrir mér lengi og hort á þetta samfélag, að þetta sé samfélag ójafnaðar alveg frá upphafi. Það má kannski skjóta því inn í, sko, því við erum að tala Grágás og þessar sögur og þann hugarheim sem að það er. Og þú ert að spyrja líka á þann, sko, er Ísland sérstakt, er það frjálst og svona. Hugmyndin að bara í réttar fari og í réttar heimspeki, hugmyndin að einstaklingurinn hafi sérstakt vægi og allir séu fæddir með eitthvað áunninn eða þessi áskapaðan rétt, er mjög framandi í samfélögum þessa tíma. Og Ísland er ekkert öðruvísi heldur en önnur réttar samfélag í því að í lögum og því hvernig þau eru iðkuð í sögunum er gert ráð fyrir miklum mannamun. Í Rómarétti kemur fram það sem að Ulpianus er veltaði fyrir sig hvað eru lög og til hvers eru þau, þá segir hann að Júsum cui tribuere, það er að fá hverjum þann rétt sem honum ber. Þannig að lögin eru tæki til að fá hverjum þann rétt sem honum ber, en það fylgir að það ber ekki öllum sami réttur. Og lögin íslensku skipta mönnum bara í 2 hópa, formlega, það eru frjálsir og ófrjálsir, það eru annarkvort þetta þrætli að þú ert frjálsmaður. En í lögunum er gert ráð fyrir því allir framkvæmd og öllum hugarheimi að menn séu mjög ójafnir. Og menn eiga misjafnt aðgengi að lögunum og menn fá misjafnan rétt af hendi lagan ef rétt er á haldið. Þannig að í öllum hugarheimi íslenskra miðalda, rétt eins og bara í réttarfari Evrópu á sama tíma, er alls ekki gert ráð fyrir því að menn séu jafnir. Heldur er beinlinnis gert ráð fyrir því að menn séu ójafnir og það sé náttúruleg skipan mála. Þetta fjallar réttarheimsbyggingar í Evrópu á há- og síðmiðöldum og lengur. Og hugmyndin jafnan rétt manna er í raun og veru bara 18. aldar hugmynd og er algjörlega framandi þessu samfélagi. Þetta er, ég sagði áðan að við þurftum að hugsa ríkið í burtu, sko, til að reyna að nálgast þetta samfélagi á eigin forsendum, og það þurfum við líka að gera þegar við erum að tala réttarfar og hugarheim
og við þurfum að hugsa burtu alls konar grunn ályktanir sem að við göngum með í maganum sko, hvað sé rétt og ránt. Hugmyndir fólks þá eru allt aðrar. Þannig að því að þú varst að tala við vorum að tala svona aðferðafræði sem að kannski leyfir sér að segja hvernig hlutirnir voru á þess að vera með sterkar heimildir, að segja bara hér innri lógík í því hvernig þessi hlutir þróast almennt, að þá væri alltaf hægt að líta á hugarheiminn, segja, já, í honum allt ójafnt. Þannig að ég myndi nú, ef við ætlum að álykta síðan glannalega og með miklu fyrirvara, út frá því, þá myndum við segja að myndi frekar gera ráð fyrir ójöfnuði. Þetta mikið ójöfnaða samfélag og það þrífst á margan hátt á ójöfnuði, allar aðferðir við að deila og leysa deilur og svona öll iðkun pólitísk valds gengur út frá ójöfnuði, þrífst á því. Einmitt. Langar kannski að spyrja það aðeins út í kristni. Já. Kristnun Íslands og 10. lögtekinn 1096 eða 7. Já, annað hvort. Og það hefur verið talað goða kirkju eða kirkju goða öld í samhengi. Hvaða máli skiptir kristni og kristnunin þegar við erum að hugsa svona þessa réttarsögu og stjórnskipun sem að þú ert búin að vera að lýsa henni fyrir okkur? Já, hún hefur skipt ofboðslega miklu máli í fræðunum og raunveruleikanum líka. En í fræðunum hefur kristnin og kirkjan skipt gríðarlega miklu máli. Og menn hafa fengið kristni og kirkju og því sem að þú varst að víkja sem að hefur verið kallað kirkju goða veldi, með hugtak sem raun og veru komið frá Sigurði Nordal. Og þetta hefur skipt miklu máli fyrir fræðimenn en þeir hafa fengið þessu ólíkt hlutverk í skýringum sínum. Við víkjum aðeins aftur að íslenska skólanum sem að við svona erum einhvern veginn með í maganum svolítið alltaf. Já, hvað er íslenski skólinn? Já, íslenski skólinn. Íslenski skólinn hugtak sem að Halvard Lie fræðimaður stimplaði Sigurð Nordal og fleiri með. Stundum bara kallað Nordalski skólinn. Þessi Sigurður Nordal, hann var, eins og kunnugt mikill bókmenntafræðingur, en hann var líka miðaldafræðingur. Það kemur fram þannig. Hann er svona alltumlíkjandi og hann leitaði sögulegra skýringa fyrir bakgrunn íslenskra miðaldabókmennta og þróun þeirra. Og íslenski skólinn, hann kemur fram svona með Sigurði Nordal upp úr fyrri heimsstyrjöld. Sigurður Nordal skrifar sína doktorsritgerð 1914 hjá Finni Jónssyni í Kaupmannahöfn og tekur síðan til óspilltra málanna. Hann birtir snemma sem ungur maður rit Snorra Sturluson, svona stutt ævisaga, þar sem hann að grafast fyrir sögulegan bakgrunn þessara bókmennta og hver Snorri sé og alltaf með augun á því hvers vegna íslenska bókmenntir voru eins og þær voru. Og svo heldur hann áfram með þetta á 1942, birtir hann bók sem að heitir Íslensk menning. Fyrsta bindi, hann komst aldrei í að birta annað bindi en drög að öðru bindinu hafa verið birt í heildarritverkum Sigurðar, þannig að það er hægt að svona glöggva sig á því hvað hann var að pæla meira þar. Og Einar Ólafur Sveinsson, samverkamaður hans á bókmenntasviðinu, skrifaði til dæmis rit sem kom út ef ég man rétt 1936 langar mig að segja, ábyrgðarleysi hér, Sturlungaöld og í þessum ritum og líka kannski með Jóni Jóhannessyni sem var þessi prófessor í sagnfræði, hann dó nú fyrir aldurs fram en háskólafyrirlestrar hans voru gefnir út á 7. áratugnum, að svo saman mynda þeir það sem við köllum kannski í íslenska skóla sem að byggði mjög mikið á því að taka þessar fornsögur, Íslendingasögur út fyrir sviga, getum við sagt, sem heimsbókmenntir og hætta að leggja trúna á þar sem frásagnarheimildir og að mörgu leyti leggja traust sitt á frekar lagalegar heimildir til að rekja hinn sögulega bakgrunn en svona heilt yfir, kannski ekki Jón Jóhannesson en Sigurður Nordal sannarlega og Einar Ólafur Sveinsson, fengust við þessa sögu til þess að útskýra hvers vegna Ísland sem að var einhvern veginn að leysast upp í einhvers konar borgarastyrjöld fannst þeim, sem reyndar mjög anakrónískt hugtak að nota Sturlungaöld, hefði enga síður verið að geta af sér þessar heimsbókmenntir og þeim fannst þetta vera þverstað. Þeir eru alltaf að leita að skýringum og Sigurður fjallaði mikið íslenska bókmenntasögu þar sem að lýsir uppruna íslenskra bókmennta fullum þroska þeirra á svo hnignun og reyna að tengja þetta við sögu þjóðveldisins og hvar kemur þetta sögu kristinnar við? Jú, miðpunkturinn í skýringum Sigurðar og Einars Ólafs á því hvernig þróunin var einmitt kristnin.
Þeir voru báðir á því að kristni hefði í upphafi hitt Ísland fyrir þarna árið 1000 og rétt þar fyrir á þeim tímapunkti þar sem að landin var mjög móttækilegur fyrir bara víðsýni og svona alþjóðlegri hugsun í trúmálum, heimsmynd og öðru. Sigurður var mjög á því að heiðnin hefði í raun og veru ekki verið sérstaklega mikil trúarbrögð þegar að kristni kom hér, heldur einhvers konar svona lífsspeki og menn hefðu verið almennt orðnir mjög skynsamir sagðan, vegna þess að þeir hefðu séð margt í heiminum og voru í nýju landi og voru svona lausir úr viðjum vanans. Ég ætla ekki að verja allum mínum tíma hérna í að andmæla Sigurði en það veri vert að gera það. En þetta er mikilvægur þáttur í hans hugarheimi. Þeir gera sér ráð fyrir því að kristnin komi hér með margs konar fróðleik og lærdóm, bókmenning kemur með kristninni og síðan sá Sigurður fyrir sér og Einar Ólafur líka að ákveðnu tímapunkti, kannski á 12. öldinni fyrst og fremst, að það hefur verið svona gullöld það sem að ríkir gott jafnvægi í öllu samfélaginu. Þar er lagasetning ekki orðin óhófleg. Hann taldi að Íslendingar hefðu sko sett lög af svo miklu íþrótt og kappi að það hefði komið þeim í koll seinna. En sem sé á 12. öldinni ríkir eitthvað svona valdajafvægi í landinu, það er engin óhóflega sterkur höfðingi eða höfðingiætt valdajafvægi og það er gott jafnvægi milli hins veraldlega og kristna, bókmenningin er í blómstra en menn eru frjálsir og þá svona er lagður grunnur að einhverjum bókmenntum en síðan vex kristnin og kirkjan sérstaklega þessu öllu yfir höfuð sem eitur og það er mjög merkilegt að lesa rit sérstaklega Einars Ólafs þetta. Einar Ólafur í þessari áðurnefndu bók Sturlungaöld, hann talar kristni og kirkju sérstaklega sem sjúkdóm og hann talar til dæmis Kolbeinn Tumason þegar hann yrkir þennan sálm heyr himna smiður, þá er hann orðinn sýktur, hann nota það orð, hann er orðinn sýktur og kristninni er lýst sem einhvers konar bara krabbameini og sjúkdómi sem að leggst á íslenskt samfélag og gerir út af við það. Sigurður beindi sjónu sínu mikið að því hvernig þessar veraldlegu skynsömu raunsæis bókmenntir sem að hampa heiðri og einstaklingshyggju hefðu orðið kristnum hugarheimi að bráð sem að var allur einkenndur af þrælslund og þessu svona einmitt, þessu svona valdboði og hierarkíu og öðru og að íslenska bókmenntir hefðu bara þróast yfir í erlendar fantasíu bókmenntir sem var algjörlega verðlausar. Erlendar hirðbókmenntir, riddarasögur og annað slíkt hefðu komið sem að var alls ekki þjóðlegt og hentaði ekki okkar lund og sál og þjóðfélagi og þarna hefðu kristnar hugmyndir grafið sig. Þeir hefðu margt kirkjuna að segja á hennu pólitíska sviði, hvernig hún fyrir að skipta sér af málum hér og riðlatri skipan kirkjuvaldstefna erkibiskups og þeirra biskupar sem voru hér á ráku kirkjuvaldstefnu hefðu grafið undan íslensku þjóðfélagi. Jón Jóhannesson sagði að Guðmundur Arason hefði verið óþarfasti maður í sögu vorri, fékk þennan dóm. Þannig að þeir hafa mjög sterkar skoðanir á kristninni og hvernig hún mótar þetta og Sigurður hafði komið fram með þetta hugtak kirkjugoðana, kirkjugoðaveldi að það hefði komið fram sem sterkir höfðingjar sem að klæddu sig í þennan kristna búning. Þeir byggðu kirkjur á jörðum sínum og voru öflugir kirkjubændur innheimtu tíund og svo framvegis, höfðu mikið umleikis og gátu gert gott úr þessu. Nýtt sér ritmenningu kirkjunar og svona undirbyggt þessa starfsemi alla, en svo hefði þetta þróast á verri veg. Reyndar er hugtakið sko kirkjugoð og kirkjugoðaveldi hefur síðan eftir daga Sigurðar verið miklu tengdara svona marxískum fræðum. Björn Þorsteinsson, frábær sagnfræðingur, hann var svona starfaði mjög í anda marxisma og hann skoðaði mikið þessa miklu breytingu á kirkjulegri starfsemi á 12. öld þegar að kirkjubændur tóku að umbreyta kirkjum sínum í þessu við köllum staði. Þá var það gert þannig að menn tóku að gefa kirkjunni eða heldur dýrlingi, verndadýrlingi viðkomandi kirkju, jörðina sem að kirkjan stóð á með einhverjum réttindum og tekjum og þá urðu til bara lögformlegir aðilar, staður sem er bara sjálfseignarstofnun, aðili að lögum sem á sig sjálfur eða
heilagur Nikulás átti kirkjuna í Odda og svo framvegis. Og síðan verður þetta bitbeini í staðamálum fyrri og síðari, sem þá kennd við staður ekki stytting á kirkjustaður, heldur hérna locus sacer á latínu, þetta sem sé helgur staður, sjálfseignarstofnun, og þetta varð Birni Þorsteinssyni að umhugsunarefni. Hann, sem sé í stuttumáli sagt, var þeirra skoðunar að höfðingjar hefðu tekið kirkjuna upp á sína arma og umbreytt margir hverjir þessum stærstu kirkjum yfir í staði í pólitískum tilgangi. Þetta hefði verið tæki til að afla tekna, búa sjálfum sér til skattfríðindi og þannig hefðu þeir tekið inn miklar tekjur og stofnað til pólitískar sambanda í nærumhverfi sínu sem þeir hefðu síðan getað nýtt í raun og veru í veraldlegri pólitík. Það sem menn hafi séð sér hag í því að taka upp kristni og þess vegna hafi gengið svona vel að innleiða tíundun. Já, ég held að Björn, við gerum alveg rangt til ef við haldið því fram að hann hafi haldið því fram að Íslendingar hafi tekið upp kristni bara af hagkvæmnisástæðum. Það ekki til fyrirstöðu að Íslendingar hafi tekið upp kristni og vegna trúar ástæðna og þeir hafi verið sann kristnir. Heldur hann að beina sjónu sínu fyrst og fremst að því hvernig menn starfrættu kirkjuna og hvernig hún þróaðist sem stofnun. Þar sýndist Birni að kirkjan væri rammpólitísk og bundin þessu veraldarbrölti höfðingja sem að hefðu kannski í aðra röndina verið sann kristnir en hefðu nýtt sér þetta mjög í valdabaráttu. Síðan hafa orðið miklar breytingar á því hvernig fræðimenn líta á staði og Gunnar F. Guðmundsson heitinn sem að skrifaði 1 bindi í hérna Kristnisögu Íslands sem kom út í 4 bindum á vegum Alþingis 2000. Hann hafði skrifað grein, það hafi ekki verið 1996 eða 7, þar sem hann rýnir í þessa söguskoðun Björns og það var kannski svona upphafið að því að menn fór átt að segja á því að kirkjuleg starfsemi hefði nú verið líklega rækt á mörgum öðrum forsendum og kannski allt öðrum forsendum fyrst og fremst, heldur en á pólitískum gróðaforsendum. Það má benda á til dæmis bara ef menn vilja kynna sér þessi efni, doktorsritgerð Orra Vésteinssonar sem að svona beini sjónum frekar að kirkjunni sem tæki til þess að mynda félagsleg tengsl og svona breyta tengslanetinu og hvernig það iðkað, frekar heldur en að þetta sé tæki til fjárplóks starfsemi, svona í þeim skilningi sem að Björn hafði lagt upp með. Þannig að já, 12. öldin hefur verið okkur hugleikinn á ýmsum forsendum út af kristni og kirkju og við höfum fengið henni mismunandi hlutverki sem við bara svona rétt hæft á. Við höfum reynt að taka fram að þegar maður rekur kenningar fræðimanna svona í nokkrum setningum þá gerir maður þeim rangt til. Það miklu meiri núansar í þessu öllu saman hjá Birni og hjá Sigurði og svona. En svona, já, heilt yfir hafa menn glímt við þessa spurningu hvaða erindi kristnin átti við þetta upphaflega íslenska samfélag og hvernig hún mótaði og breytti því, var það til góðs eða íls. Við getum kannski lokið þessum anga með því að minnast aftur á Einar Ólaf, Hann var í sífelldum vandræði með þetta að íslenskar bókmenntir sem hann hampaði svo mikið voru líklega miklum hluta skrifaðar af klerkum og kirkjunar mönnum. En hann segir þetta í áðurnefndri bók Sturlungu að það geti vissulega verið að sumt að þessu hafi verið skrifað af klerkum en það gera þeir ekki sem kirkjunar menn heldur sem synir Íslands. Þannig að hérna verið aðeins að svona reyna að setja menn í ákveðnar stellingar bara eftir því sem heftar maður eigin hugmyndafræði og sjónarmiðum. En svona við getum sagt að eftir íslenska skólan, eftir kannski svona byrjaði upp úr 1960-70 þegar á margan hátti verið að breyta kúrs í íslenskum fræðum og svona forestan í íslenskum fræðum, sérstaklega var þetta í rannsóknir á fornsögum, fór nokkuð leið yfir til Þýskalands en umfram allt yfir til bandarískra fræðimanna sem voru að hugsa sögur á allt öðrum forsendum. Þeir voru með strúktúralisma, formalisma, voru að hugsa svona eðli textans sem narratífs og svona almenn lögmál þar. Að þar kemur mjög sterkt inn þessi hugmynd að íslenskar bókmenntir séu ekki hreinar, germanskar, ósnortnar menningarafurðir, eins og Sigurður lagði mikið upp úr og má kannski helst lesa í þessum drögum hans að öðru bindi íslenskra menningar, þar sem að talar íslenska fornbókmenntir sem viðnámsbókmenntir, viðnám gegn þessum erlendu áhrifum. Að þessir fræðimenn sem eru að koma fram eins og bandarísku fræðimennir, að þeir leggja miklu meira áherslu á að íslenskar miðaldabókmenntir og íslensk menning bara yfir höfuð
sé ángi af evróskri kristinni menningu fremur heldur en einhver andstæða. Og þetta vefst inn í það sem við erum búin að vera að tala hérna áður í öðru samhengi, sko, íslenska þjóðveldið eitthvað sérstætt og sérstætt sem stendur utan við meginstraum evrópskrar miðaldasögu. Nú er ég búin að vera að hamra á því að svo sé ekki, við erum hluti af þessum straumi og það er meðal annars það sem er að koma sterkt inn í íslensku fræðum svona uppúr á 1960-70 og hefur síðan verið almennt held ég viðtekið í fræðunum. Þessi að sko íslensk hámenning, ef við ætlum að orða það þannig, og skorts á öðrum orðum, þessar miklu bókmenntir sem við sköpum hér, þær eru held ég miklu betur settar í samhengi við það sem er að gerast, frekar heldur en að taka það út og útmála það sem eitthvað alveg sérstætt, en þá komum við líka því sem ég sagði áðan, að hvar sem við tölum eitthvað almennt, þá eru þetta öll svæði hafa eitthvað sérstætt bragð, auðvitað margt við Ísland sem er mjög íslenskt og sérstætt, en það var bara við margt. Noregur er mjög sérstakur og Svíþjóð og Frakkland er á sinnhátt og þar innan eru svæði sem eru líka sérstök, en Ísland er ekkert sérstakara heldur en önnur svæði held ég hvað þetta varðar. Einmitt. Og og mér finnst svona stef sem hefur verið svolítið að koma upp sem samtölum mínum undanfarið við miðaldafræðinga er að, og sérstaklega varðið þjóðveldið, er að það er svona þegar þeir eru að díla við sko 2 lög eða 2 bylgjur af því sem að Erik Hobsbawm kallaði invention of tradition. Það er að segja að það er þetta samfélag 12. og 13. 14. aldar sem að heimfærir sínar hugmyndir yfir á samfélag 10. 11. aldar. Og svo er aftur á 19. öld önnur bylgja sem að tekur þetta invention of tradition og heimfærir aftur svona sína samtíma pólitík yfir á þannig þeir að vinna það er svona þetta frumskóður sem að þeir þurfa að vinna ykkur í gegnum. Jú, það sem að gera þetta mjög spennandi þetta segir þau líka að sagnfræðin er alltaf framtíð fyrir sér og all þessi fög vegna þess að við erum alltaf bundin einhvern veginn sjálfum okkur og eigin sjálfdeldarhring og jú, maður er kannski spurður að því fermingaverslun er ekki búið að rannsaka það allt, er eitthvað eftir til þess að skrifa en í raun og veru sko, ég meina ólíkt kannski nútíma sagnfræðingum þá er allar heimildir komnar fram fyrir miðaldir, ekki nema bara þess að við gröðum upp úr jörðinni en allar ritheimildir liggja fyrir og við erum alltaf að fást við það sama en ástæða fyrir því að við komumst að mismunandi niðurstöðum er að við beitum mismunandi aðferðafræði okkur þetta er eitthvað nýtt í hug, ný sjónarmið en umfram allt erum við alltaf að lesa þetta út frá okkur sjálfum við eigum erfitt með að sjá heiminn eitthvað öðru sig en það sem við erum í honum þannig að hver kynslóð þarf alltaf að spegla sig upp á nýtt það þýðir líka að það verða til alls konar venjur og viðmið sem að við þurfum síðan að meta og endurmeta þannig að við erum sífellt í því og náttúrulega eðli málsins samkvæmt höfum við verið lengur að fást við fyrir aldarsögu heldur en nútímasögu á 19. öld var ekki mikið fengist við 20. aldarsögu svo dæmis nefnt þannig að því eldri sögu sem við erum að fást við þeim er svona meiri fræðahefð er úr að vinna en þetta leiðir reynda líka kannski hugana einu hugtaki sem er ágætt að hafa í huga þegar við tölum þjóðveldið og þessar heimildir að því að tala svona invention of tradition að í Íslendingasögum sem frásagnar heimildir lýsa samfélagi elstu tíðar frá svona 930 til 1030 það er viðburðatíðan fyrir Íslendingasagna og nú var ég að segja að engin fræðimaður í dag tekur þær heimildir alvarlega sem frásagnar heimildir viðburði á þeim tíma og að sá sagnaheimur sem við mætum í Íslendingasögum hann er aðeins öðruvísi heldur en sagnaheimurinn í veraldlegum samtíðasögum í Sturlungu. Það er gert til dæmis bara ráð fyrir því að pólitískt skipulag sé annað. Þannig að það er til eitthvað sem þegar þessar sögur eru skrifaðar á 13. og 14. öld, þá er til eitthvað sem heitir fortíð Íslendingasagna, sem við getum kallað svo. Og þetta er það sem er á ensku kallað the saga world. Við kallum bara sagnaheim Íslendingasagna. Og hann hefur verið mikið til umræðu, allt frá því að fæðardeilur og annað kom upp á yfirborðið svona 1980-90 meðal fræðimanna og með þessi drógu Íslendingasögur aftur inn á borð sagnfræðingsins sem heimildir. Ekki sem frásagnarheimildir, þetta eru vitnisburður viðhorf og annað. Þá þurfti menn að huga að þessu sem íslenski skólinn hafði hamrað á. Þau sagði, ok, þetta eru bókmenntir, þetta er ekki notað sem sagnfræðilegar heimildir, en að því marki sem þær kunna vera það,
þá eru þær bara vitnisburður höfundana og samtíma þeirra. Íslenskar sögur geta aldrei verið, sagði íslenski skólinn, annað heldur en heimildir hugarfar manna og hugmyndir á 13. og 14. öld fortíðina. Og þeir voru bara mælut frá sjálfum sér, þannig að þetta get ekki verið notaðar heimildir og neitt hátt. Og það var það sem að fólk fór að spurja þá fræðimenn eins og Helga Þorláksson, Jesse Bayok, Bill Miller og aðra sem voru að fást í fæðardeilur og nota Íslendingasögur sem vitnisburði einhver samfélagslega norm. Spurja, ok, þeir eru með þennan saga world, þennan sagnaheim, hann uppdiktaður eða hann raunverulegur? Og hér þetta það vandamál sem við glímum við á öllum tímum að fortíðin, raunveruleikin sem við viljum nálgast og stúdera sem sagfræðingar, hann handan heimildana. Og við komumst aldrei fram hjá heimildunum. Við getum ekki annað en farið í gegnum textan og náttúrulega með viðsjónleiki til tungumálsins og áherslu á texta og narratologi og allt það, Derrida og félagar, þá er þetta mikil áherslu lögð á það að mörgum að við komumst aldrei í gegnum textan og yfir í raunveruleikan. Við erum alltaf að fást við texta, þannig að því marki sem að þetta sagfræðilegt, þá erum við samt alltaf í einhverjum tilbúnum heimi textans. Ef við svona lögum okkur smá vægð í þessu og segjum, ok, við eigum samt einhvern möguleika á að festast ekki alveg eins og Derrida, vildi meina í textanum, þá skortir okkur samt samanburð. Við höfum ekki raunveruleikan til að bera saman við þennan sagnarheim og segja hversu raunverulegar eða ekki. Og þetta úrlausnarefni sem við getum aldrei leitt til fullra lykta. Þannig að einhverju segja, þessi sagnaheimur, jafn nothæfur og hann kann að vera réttarfar og venjur og annað á eldri tíð, þá verður aldrei frá því vikið að þetta samt hugmyndir þeirra sem að rita þessa texta og móta þá. Við erum alltaf bundnir 13. og 14. öldinni og þar hlýtur að vera það sem þú kallar invention of tradition. Það skapast einhvert menningarlegt minni hvernig fortíðin kann að hafa verið eða á að hafa verið. Þá erum við líka komin inn á erfið málefni sem við höfum ekki kannski tíma til að ræða hér og það auðvitað að við iðkum sagfræði ákveðnum forsendum í dag sem eru allt aðrar heldur en sagnaritarar fyrri alda höfða viðmiði. Þessir textar, maður þreytist ekki á að benda nemendum á það líka, þessir textar sem við erum að reyna að beita fyrir okkur sem sagfræðilegum heimildum, þeir eru ekki samdir fyrir okkur á 20. og 21. öld í þetta hlutverk. Þetta eru textar sem ætlað allt annað hlutverk. Sagnaritarar á þessum tíma störfuðu ekki á þeim forsendum sem við gerum, þar sem þeir vilja leita sannleikans eftir því sem þeir best geta með ákveðnum vísindalegum aðferðum og svo framvegis. Flestir þessara texta eru skrifaðir inn í einhverja rithefð, þar sem eru ákveðin módel og mótíf sem farið eftir. Það yfirleitt sterkt agenda og getur verið meira en eitt ritneyð í þessum textum. Þeim ætlað að réttlæta eitthvað, halda fram einhverju mynd og við þurfum að taka tillit til alls þessa þegar við metum þá fortíðarmynd sem kemur fram í þeim og svo náttúrulega bara spurningin sem spyrjum alltaf í sagfræðinni, vildi viðkomandi segja rétt frá og gat hann sagt rétt frá. Í hvað stöðu var 13. og 14. aldar höfundur til að segja eitthvað ábyggilegt það hvernig rétturhald fóru fram á 10. öld segjum. Ég hafi ekki verið í góðri aðstöðu til þess. Þannig að jafnvel ef við hefðum haft nútíma sagfræðinga, ef við tveir hefðum nú verið þarna á 13. og 14. öldinni, í hversu góðri stöðu hefðum við verið til að skrifa ábyggilega og góða sögu 10. aldar. Ég ekki vissum að við hefðum verið í ákjósanlegri stöðu. Nei, akkurat. Þannig að hér mörg að hyggja en í sagnaritin miðalda það fullkomlega eðlilegu hluti að byggt sig á hefð og einhverjum svona sjónarmiðum sem við myndum kalla bara uppfundin hefð. Já, akkurat. Algjörlega. Einmitt. Sko, Sverrir Jakobsson alltaf kom í næsta þætti og tala Sturlungaöld og eftirmál hennar og mér langar kannski í lokin að við að þú svona reynum að leggja hans á borð fyrir þann þátt og þetta svona eitthvað sem að þessi söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar leita á sem mikla tragedíu að Ísland
kæmist undir erlendi yfirráð og svo framvegis. Og þá spurning sem kemur upp, sko, sem sagt hafði þjóðveldið sem að sannarlega tók breytingum á þessu tímabili sem að þú hefur verið að lýsa fyrir okkur, voru innbyggðir gallar, var sem sagt það að Ísland kæmist undir konungsvald, að hér kæmi til söguna ríkisvald á 13. öld, var það óumflýjanlegt, var það er þetta svona struktúrelt mál eða hvernig eigum við að hugsa það? Já, þetta þekkir hún úr sagnfræðináminu þegar við erum að glíma við að sagan, hún gerist með einum hætti og svo þessi hvað ef saga hefði hlutni geta farið öðru sem við vitum að sagan rennur ekkert endilega alltaf í það far sem hún hlyti hafa gert, við erum kannski ekki forlega trúar í því efni. Á 19. öldinni, eins og við þekkjum með söguspekinni, er alltaf þessi markhyggja, þessi hugmyndir að sagan lúti einhverjum lögmálum og hún hljóti að renna einhverja tiltekna braut, svo erum við með mismunandi skoðanir því hvað braut það sé og hvað skapar lögmálið. En það er mjög erfitt að segja til í þessari hvað ef sögu, hefði eitthvað. En svona kannski ágætur útgangspunktur held ég, þegar við hugsaum þjóðveldið og Ísland komist undir konungsvald, er að hugsa bara stóra samhengið. Sko stóra samhengið á hámiðöldum, þess að við erum stödd þegar Ísland kemst í samband við Noregskonung og síðan á síðmiðöldum, í Evrópusögunni, vestur og mið-Evrópu, þá takturinn almennt sá að ríki eða pólitískar heildir sem við kallum ríki vegna skorts og öðrum hugtökum, þessar einingar að verða stærri. Þannig að ríki eru að stækka og verða víðfeðmari. Og það eru ástæður fyrir því að við lítum sérstaklega á Noreg, hvers vegna Noregur hafði ekki, hvers vegna við spyrjum af hverju gerist Noregskonungur ekki atkvæða meira í íslenskri pólitík fyrr, við því einfalt svar. Í Noregi hafði geisað borgarastyrjöld í meira en 100 ár, þangað til þokkalegu friður kemst á þar með því að Hákon gamli, sem þá var reyndar mjög ungur árum, kemst til valda í upphafi 13. aldar, 1217 er hann orðin ráðandi, eða menn í kringum hann er mjög ungur þar, og þá uppið þessi hugmynd hjá honum og mennum í kringum hann að skapa eitthvað það sem þeir kalla Noregskonungsveldi. Þeir hafa áhuga á því að norski konungurinn kalli til áhrifa á stærra svæði heldur en bara í Noregi, Orkneyjum, Grænlandi, Íslandi og svo framvegis, Færeyjum, og skapi eitthvað svona veldi. Og ef við lítum á Noregskonungsveldi, hvenær það kemur til og hvers eðlis það þá það bara mjög í takti við það sem að gerast í Evrópu á svipuðum tíma. Það ekkert óvænt við það. Þannig að tímasetningin er bara eðlileg að konungur fari að gera sig meira gildandi hér á 13. öld heldur en hann hefði geta gert fyrr, og ef hann hefði gert það seinna þá hefði það verið frekar svona seint með við taktin í Evrópu. Síðan á það að líta þegar við horfum bara á Íslendinga sjálfa, að Íslendingar skrifa mikið á 13. öldinni og þeir skrifa mikið konunga, og við sjáum viðhorf að minnsta kosti þeirra sem að skrifa sögur til valds, og þeim finnst konungsvald algjörlega normatíft. Íslendingar skrifa ekki gegn konungsvaldi, þeir hafa eins og sterkar skoðanir á því hvað sé gott konungsvald og hvað slæmt, hverjir eru góður konungar og hverjir slæmir. Og það sem Íslendingum finnst konunga má líka segja sé bara mjög í takt við það sem almennt ritað konunga í Evrópu á þeim tíma. Þeim ekki ætluð neins konar absolutt vald. Sem sé einveldi, sem reyndar hugtak sem þekkist í norrænu miðaldaheimildum, en bara alls ekki í þeirri merkingu sem við leggjum í það. Konungur sem að einhvern veginn heldur alla þræði, laga, dóms, framkvæmdavalds og svo framvegis, einhvern veginn holdgerningur ríkisvalds. Þeir þekkjast ekki þarna. Konungar eru fremstir meðal jafningja, svo óvanalegir að sérstakir veraldlegir valdhafar, sem að fyrsta lagi leiða í hernaði, eitthvað svona verndarar, dóma og annað, en mjög hægt og bítandi verða þeir síðan uppspretta laga og dóms, svona í eiginlegri merkingu, með miðstýrt vald. En Íslendingar eru bara eins og aðrir mjög jákvæðir gagnvart slíku yfirvaldi, en vilja það sé mjög temprað. Og
það engin merki það að Íslendingar hafi hugsað með einhverju hryllingi konungsvald. Þeir vildu bara hafa það hóflegt og fjarlægt og vissu sem var að konungur í Noregi hafði engin tök og líklega ekki áhuga á því að iðka konungsvald hér harðri hendi. Íslendingar finna fyrir, en nú kannski komin svolítið inn á svið Sverris, en Íslendingar finna fyrst og fremst fyrir hendi konungs þegar hann gerist löggjafi hér og boðar okkur ný lög. Það er þessi, til að gera langur sögu stutta, þá gerist það á Sturlungaöldinni að konungur eignast allt goðorð í landinu. Þau safnast að fara á hendur og konungurinn safnar þeim og árinu 1262, 3 og 4 þá eignast það síðustu goðorðin sem hann ekki á. Hvenær eignaðist það fyrstu goðorðin? Það er líklega goðorð Snorra Sturlusonar sem hann kallar til eignar á þegar Snorri hefur verið drepinn í september 1241. Þannig að á fáum áratugum þá verður konungur einn goð í landinu og hann leggur niður goðakerfið og setur okkur ný lög, boðar ný lög, fyrst í Járnsíðu 1271-3 og síðan Jónsbók sem er lögtekin í öllum megin þáttum 1281 og svo með stórum réttarbótum í kjölfarið. Og þarna finna Íslendingar fyrir sterkur konungsvaldi, en síðan gerist það á 14. öld að konungsvald verður aftur mjög fjarlægt. 1319 er Hákon Háleikur, Noregskonungur og í kjölfari fylgja konungar sem eru náttúrulega fyrst og fremst bara aðalstarfi konungar í Danmörku og pólitísk þungamiðja er að færast frá Noregi til Danmörku sem hefur allt önnur áhugamál og Ísland verður svolítið afskipt. Íslendingar lögðu áherslu á það þegar þeir voru að ganga konungi á hönd að þeir viðurkenndi yfirvalda sem þeir ætla að ráða sig sjálfur og lögðu áherslu á það í samningu sínum við konung. Ef marka má þá var þetta texta sem eru á gamla sáttmála sem er líka mjög umdeilt skjal og kannski látið Sverri bara ræðum, en þar kemur fram þessi sterka hugsun sem rýmar bara við almennt það sem við sjáum í Evrópu í svipuðu sáttmálaskrám. Að menn játast undir konung en ítrekka takmarkanir konungsvalds. Hér er ykkur elíta sem ætlar áfram að ráða málum og hún gerði það í öllum megin dráttum. Þegar konungsvald kemur til sögunar á Íslandi á 13. öld og okkur finnst það kannski vera mjög sterkt og komið til að vera sterkt þegar við fáum þessi lög, en það er rosalega lengi veikt, alveg langt fram á 15. öldina og það er kannski ekki í raun og veru bara fyrir á 16. öld sem að sterkt konungsvald það er virkilega til sín taka hér. Þá tekur konungurinn til hendinni hér, virkilega. En fram að því erum við mjög svona á jaðrinum og ráðum okkur mikið sjálf. Þannig að með þessu er kannski undirbyggja svarið að Íslendingar eða íslensk valdastétt myndi örugglega ekki hafa séð neinar stórkostlegar breytingar á sínum högum á síður hluta 13. aldar. Annað heldur það að þetta verður til algjörlega ný umgjörð laga á stjórnkerfis, en í raun og veru held ég að íslenska elita myndi ekki hafa litið svo á að hún hefði orðið fyrir einhverju áfalli eða höggi eða borið skarðan hlut frá borðið, bara nýtt umhverfi. Konungsvaldi býður Íslendingum upp á margs konar tækifæri. Þeir geta bundist konungi og svona bakkaður vald sitt með öðrum hætti en áður var. Þetta er bara aðrar valda formgerðir. En svo hefur náttúrulega löng umræða verið það meðal fræðimanna að þetta sé ekki einn viðburður. Í gamli sáttmáli sé þau verið frjáls og svo bara á einum tímapunkti þá verðum við ósjálfstæð. Þetta er löng þróun auðvitað, hvernig við eigum í samskiptum við konungsvaldið. Íslenskir höfðingjar voru fyrir löngu orðnir hirðmenn konungs og leituðu til hans menningarlegt pólitískt kapítál og svo framvegis, voru að fremja sig við fragmandi hirðar í Skandinavíu og svona. Þannig að sambandi við konungsvaldið er margslungið. Hefði þjóðveldi geta varað lengur, þá spyrir maður kannski hvaða merkingu leggur þá í það. Þess að þjóðveldið er ekki eitt óbreytt skipulag. Áður en að konungur kemur til er innra skipulag og dýnamík og bara valda menning á Íslandi búin að taka stakkaskiptum. Þannig að ef að konungur hefði ekki farið að skipta sér á málum hér, segjum að við höfum ekki, nú erum komin út í hvaði af sögu sem ég þoli ekki, því að hún er svo vísindaleg. Getur verið gagnleg. Já, ég veit það ekki. En ef að konungur hefði ekki komið til valda hér á síðan hluta 13. aldar, þá held ég að þjóðveldi hefði bara haldið áfram að breytast í takt við tímana og við hefðum séð eitthvað allt annað. Ég ætla ekki að spá fyrir hvað það hefði verið, en ég held að svo hugmynd að eitthvað valdreift samfélag goða
hefði bara lifað hér aldur og ævi, það náttúrulega er algjörlega óraunhæft vegna þess að bara Ísland er hluti á stærra samhengi og þar eru bara hlutir að breytast óðum. Evrópa er heldur ekki eitthvað statist fyrirbæri sem við allt í einu erum bara stungin í samband við. Evrópa, og það er raunar þannig, maður þreytist nú ekki á því að segja nefndi miðaldasögu það, að ef að við hefðum enga tímabilaskiptingu og fengum það verkefni að skipta Evrópusögunni upp í tímabil, þá myndi enginn skipta Evrópusögunni upp í tímabil sem að inniheldi miðaldir frá 500 til 1500. Vegna þess að þá verður engin veruleg vatnaskil 500, aðeins umdeildara hvort að verði mikil vatnaskil 1500, en það má finna alls konar önnur jafn stóru vatnaskil fyrir og eftir. En ef einhvers staðar eru virkilega vatnaskil í evrópskri sögu á þessu tímabili, þá er það einmitt á miðju tímabilinu. Evrópa á 11., 12. og 13. öld, einkum á 12. og 13. öld, bara gengur í gegnum gagngera samfélagsbreytingar á eiginlega öllum sviðum. Og þjóðveldið, ef við hugsum það svona í sinni upphaflegu mynd, heyrir eiginlega til þessum gamla tíma og það sem að við göngum inn í síðan er bara í miklum takti við það sem að Evrópa er að breytast í áttina að. Þannig að aftur í hvað er söguna, ef við hefðum ekki bundist konungi, þá held ég að íslenskt samfélag hefði enga síður tekið miklum stakkaskiptum. Bara í samræmi við það sem almennt er að gerast í verslun og viðskiptum, hugmyndafræði, varðandi völd og réttarfar og hvað eina. Þannig að miklar breytingar hefðu orðið hér. Það er ekki koma konungs og konungsvald sem veldur því að Ísland sem statist samfélag tekur miklum breytingum. Heldur gera það bara verkum að konungur er þáttakandi í þeim miklu breytingum sem verða og hefur örugglega áhrif á það hvernig þær þróast. Augljóslega, hann er mikill miðpunktur þar. En það er engin kyrstað að vera hér. Örugglega ekki, en ég set fyrirvara við þetta er allt hvað ef og er bara getgátur, sko. Kærar þakkir fyrir að hlusta á Íslandssöguna. Í næsta þætti mun ég ræða við Sverri Jakobsson Sturlungaöld. Í millitíðinni minni ég á Patreon síðu Íslandssögunar, patreon.com/Íslandssagan.